Þá komið fjórða lið undir hlið breytinga deiliskipulags Stórholts, Lyngholts, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta algjörlega hliðstætt mál en borið upp sérstaklega vegna þess að þetta svæði snertir 2 deiliskipulagseiningar. Þetta liður 7 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 9. apríl 2025 tillaga breytinga á deiliskipulagi Stórholts og Lyngholts vegna breytinga á undirhlíð sem var auglýst mitt ár 2023. 6 athugasemdir bárust ásamt umsögn frá Minjastofnun Íslands. Afgreiðsla málsins að lokinni auglýsingu tafðist þar sem farið var í vinnu við að uppfæra umferðarforsendur og í framhaldinu endurskoða hávaðakortlagningum. Nú lagt fram minnisblað Eflu verkfræðistofu sem fyrir segir. Jafnframt lögð fram tillaga skipulagsfulltrúa að umsögnum efni innkominna athugasemda og í ljósi þess að meira en ár liðið frá því að athugasemdafrestur rann út, leggur skipulagsráð til að tillaga breytingu svæðisins verði auglýst að nýju samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga með þeim breytingum að gert verði ráð fyrir mótvægisaðgerðum í tengslum við hljóðvist sem framkoma í minnisblaði Eflu. Skipulagsráð samþykkir jafnframt tillögu skipulagsfulltrúa að umsögn athugasemdir sem bárust þegar breytingin var auglýst árið 2023. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsinn orðið laust þennan lið sem enginn hefur kvatt sér hljóðsegir sem geta samþykkt að auglýsa nýju. Gefum merki, það eru öll